Ragnar Þór Ingólfsson, gjör svo vel. Takk fyrir. Ég ekki vanur að vera með glærur þegar ég tala, en ástæðan fyrir ég ákvað að vera með glærur á þessum fundi fyrst og fremst sú að ég að taka saman tölur úr ársreikningum lífeyrissjóða og tölur úr opinberum gögnum. Þannig að þegar ég tala þessar tölur og þið kannski haldið að þið hafi ekki heyrt rétt, að þá verða þær hérna uppi. Það alltaf ánægjulegt að fá að tala og segja sína skoðanir. Ég og Vilhjálmur Birgisson eru miklir skoðanabræður varðandi verkalýðsmálin og ég hefði svo að geta kóperað nánast orðrétt upp á staf hans ræðu. En þar sem ég vissi að Vilhjálmur myndi tala, að þá ákvað ég að taka aðra nálgun og það sem sagt lífeyriskerfið okkar og setja fram þessa spurningu hvort að þetta sé besta lífeyrissjóðakerfi í heimi eða þessi þekkta mantra sem að stjórnendur kerfisins og þeir sem að þar sitja fara með í hvert einasta skipti sem að málefnileg gagnrýni á kerfi kemur upp. Og mér langar að varpa þessari spurningu fram. Ég veit hvað álit ég hef á kerfinu, hvað þarf að gera til þess að breyta því og hvernig það vinnur gegn okkur, almenningi og hagkerfinu. Ég þarf víst að benda svona upp til þess að fá aðra glæru vegna þess að ég ekki með takkan. Tæknimaðurinn hérna uppi, hann kemur til með að fletta fyrir mig. Þannig við gerum þetta bara þannig. Ef við fáum næstu glæru upp, þá ætlum við að byrja á því að skoða stærð kerfisins. Stærð lífeyrissjóðakerfisins á Íslandi 3600 milljarðar. Og það er gott að hafa það svolítið í samhengi þegar við erum að tala um það að það séu ekki til peningar til þess að byggja þjónustuíbúðir fyrir aldraða eða taka þátt í samfélagslegum verkefnum eins og að byggja hér spítala upp heilbrigðisþjónustu. Innlendar eignir lífeyrissjóðanna eru rúmar 2800 milljarðar. Og hvað þýða þessar tölur? Ef við setjum þetta í samhengi á næstu glæru, að þá þurfa lífeyrissjóðirnir 3,5% ávöxtun til þess að standa við þau loforð sem þeir ætla sér að gera eftir að okkar vinnuskyldu lýkur og við förum á lífeyri eða lendum á örorku. Þetta þýðir það að sjóðirnir þurfa úr íslensku hagkerfi 100 milljarða á ári bara til þess að í vexti fyrir þar eignir sem þeir eiga. Verðbólgumarkmið Seðlabankans, sem að held ég hafi ekki staðist frá því mælingar hófust, ef ég fer rétt með, eru 2,5%. Meðaltals verðbólga síðustu 30 ári yfir 5%. Þannig ef við tökum verðbólgumarkmið Seðlabankans 2,5% ofan á þetta, að þá eru lífeyrissjóðirnir með verðbótum að slíta yfir 170 milljarða út úr íslensku hagkerfi á hverju einasta ári. Og þetta fyrir utan iðgjöldin sem að við setjum inn í kerfið. Og á næstu glæru sjáum við að iðgjöldin eru 160 milljarðar. Það er það sem við borgum inn í kerfið. Þetta miðað við 12% iðgjaldið. Nú búið að hækka iðgjöldin okkar inn í kerfið eða skattin sem við greiðum til lífeyrissjóðanna upp í 15,5%. Þannig að það má ætla að þessi upphæð fari upp í og yfir 200 milljarða á næstu misserum. Lífeyrissjóðirnir greiða út 220 milljarða tilbaka í formi lífeyris og örorkubóta og þannig að krafa kerfisins eins og við erum að horfa á það í dag á íslenskt hagkerfi eru ríflega 200 milljarðar á ári sem kerfið þarf að fá til sín í formi vaxta og iðgjalda til þess að halda því gangandi. Og hvernig fara lífeyrissjóðirnir að því að fá þessa vexti og alla þessa peninga inn til þess að geta haldið upp í sinni ávöxtunarkröfu? Þá sjáum við á næstu glæru að þetta gert með hárri leigu. Lífeyrissjóðirnir eru mjög stórir og orðnir sannkallaðir leigurisar í íslensku samfélagi í gegnum félög eins og Gamma og fleiri stór fasteignafélög. Vaxtastigið á Íslandi jaðra við
hreina glæpamennsku og náttúrulega haldið uppi af lífeyrissjóðakerfinu að stórum hluta vegna þess að botnin hjá kerfinu eru 3,5% raunávöxtun. Há álagning í smásölu fyrirtækjum. Ef við tökum eignarhlut lífeyrissjóðana til dæmis í Högum og stærstu fyrirtækjunum sem eru í smásölu N1 og við getum haldið síðan áfram, lífeyrissjóðnir eru stærstu eigendur fyrirtækja á skráðum markaði á Íslandi og eru í meiri hluta í nokkrum þeim stærstu og hafa þar leiðandi hagað því að halda álagningu uppi. Við sáum það til dæmis að meðaltals álagning Haga var 30-40% í dagvöru á meðan hún er kannski 12-15% í löndunum í kringum okkur. Og þetta þýðir það líka að til þess að lífeyrissjóðirnir fái meiri arðsemi að sínum hlutabréfum og sínum fjárfestingum að þá hafa þeir óbeint hagað því að halda laununum niðri. Það sem gerist líka samhliða þessu að lífeyrissjóðirnir verða sífellt áhættusæknari í fjárfestingum og það hefur svo sannarlega fengið að horfa upp á, til dæmis í aðdraganda hrunsins þegar að lífeyrissjóðirnir þurftu að afskrifa skuldabréf í útrásarfyrirtækjunum og þegar þeir bera fyrir sig að verðtrygging verði að vera til þess að geta greitt verðtryggðan lífeyri, þá vil ég líka benda á það að skuldabréfin í FL Group og Existu, Bakkavör, þau voru öll verðtryggð. En þau voru ekki verðtryggðar en það að þau töpuðust að fullu. Þannig að það eru fyrst og fremst gæði fjárfestingana sem að skipta máli, ekki ávöxtunarkrafan eða vextirnir. Annað sem ég langar að ræða er sem sagt rekstrakostnaðurinn og ekki, ætla ég setja það fram í rauninni í tölulegu staðreyndum. Þetta er tekið allt upp úr ársreikningum lífeyrissjóða og þetta hef ég unnið nánast árlega síðustu 10 árin. Á næstu glæru rekstrakostnaður lífeyrissjóðakerfisins, það sem kostar að reka kerfið, starfsmannakostnaður, skrifstofahald og fjárfestingakostnaður er 12-14 milljarðar á ári. Á Íslandi samkvæmt ársrauninni skrá yfir starfandi lífeyrissjóði eru 28 lífeyrissjóði. Þeir taka reyndar ekki allir við iðgjaldi en þeir eru 28 í dag, voru 97 sjóðir þegar mest lét. Launakostnaður 8 stærstu lífeyrissjóðana, þá er þetta launakostnaður til æðstu stjórnenda 8 stærstu lífeyrissjóðana sem eru á Íslandi. Samkvæmt ársreikningum voru 563.607.000 krónur á síðasta ári. Launagreiðslur til æðstu stjórnenda 8 stærstu lífeyrissjóðana af þeim 28 sem ég nefndi áðan. Og ef við skoðum næstu glæru, þarna ætla ég að taka fyrir einn lífeyrissjóð af þeim 28 sem eru starfræktir á Íslandi. Þetta er lífeyrissjóður verslunarmanna, næststærsti sjóðurinn. Árið 2016 voru launagreiðslurnar til 5 æðstu stjórnenda lífeyrissjóðsins 135 milljónir á síðasta ári. Þetta eru tölur úr ársreikningum. Og eins og kom fram í ræðu Vilhjálms áðan að þá var forstjóri eða framkvæmdastjóri lífeyrissjóðs verslunarmanna með 40 milljónir í laun, árslaun á síðasta ári. Og ef við setjum þetta til dæmis í samhengi við það sem að sjóðurinn er að greiða út til sinna sjóðsfélaga, ef við setjum þetta í samhengi við hvað sjóðurinn hefur tapað kerfisbundið í hverju einustu niðursveiflu sem að hefur orðið síðustu áratugi, að þá hljótum við að fara staldra aðeins við. Og þarna höfum við til dæmis skrifstofu og stjórnunarkostnað hjá einum lífeyrissjóði er 824 milljónir og þeir greiða síðan 1,5 milljarð út í fjármálakerfið fyrir að sýsla með og sjá eignastýringu og þeim eignum sem að sjóðurinn á. Ég var að fara núna yfir einn lítinn sjóð sem að þið þekkið eflaust öll, Framtakssjóður Íslands, sem að lífeyrissjóðirnir tóku sig saman og stofnuðu í kjölfar eftirmála hrunsins. Framtakssjóðurinn átti að kaupa upp heil fyrirtæki sem að voru á hrakvirði á þeim tíma vegna þess að sjóðirnir mega ekki eiga nema 20% í einu félagi og gátu þar ekki keypt upp heil félög. Heldur stofnaði þennan sjóð til þess að reisa við íslenskt atvinnulíf. Og
þá förum við á næstu glæru væntanlega. Sjóðurinn stofnaður árið 2009, hann tekur formlega til starfa árið 2010 og í rauninni að sýsla þeirra mest lætur með 9 eignir, hlutabréf í 9 eignum og meðal annars Icelandic, og ég get alveg tekið undir það að það þurfti að taka til heilmikið í mörgum af þessum félögum til þess að gera þau verðmætari og skila þeim aftur til lífeyrissjóðanna eða selja á markaði og skila svo peningunum. En 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, ég ætla að taka bara niður hérna í 2015. Ég á alla hinn ársreikningun og er búin að fara yfir þetta. Að árið 2015 eru 3 eignir eftir í Framtakssjóði Íslands. Hlutabréf í 3 eignum. Þar vinna 7 starfsmenn. 7 starfsmenn og stjórn. Þið sjáu rekstrakostnaðinn, hafa tæplega 300 milljónir að halda utan þessar 3 eignir og við erum að tala hvernig getum við sparað í kerfinu og hvernig ætlum við að fara að hætta þessari sjálftöku. Það virðist vera eftir sem fjármagnið eykst og flækjustigið eykst í þessu kerfi, þá komast fleiri og fleiri á spenan. Ég get fullyrt það hér og nú að það hefði verið hægt að leggja niður Framtakssjóð Íslands fyrir 3 árum síðan og skila inn þessum bréfum hlutfallslega til þeirra sjóða sem áttu þar fyrir. Af því að eins og við sáum líka áðan að það vantar nú ekki starfsfólkið og launin hjá því fólki sem starfar inn í lífeyrissjóðunum sjálfum sem eiga síðan þennan Framtakssjóð. Eigum að taka árið í fyrra á næstu glæru sem þá fyrir árið 2016. Þá eru starfsmenn reynda komnir niður í 4 en eignirnar orðnar 2. Rekstrakostnaðurinn við þetta utanumhald á hlutabréfum í þessum 2 félögum var rúmlega 200 milljónir. Og á þessu ári 2016 voru laun og hlunnindi til stjórnar og framkvæmdastjóra 61 milljón. Og eins og komið fram í ræðu Vilhjálms Birgissonar var mætingabónusun 20 milljónir. Er þetta í lagi? Það er kannski ekkert skrítið að lífeyrissjóðunum gangi illa að greiða út mannsæmandi lífeyri. Það er kannski ekkert skrítið. Á næstu glæru þá hef ég farið núna yfir svona, ég myndi segja ég hef stiklað á mjög stóru með því að fara yfir sjálftökuna og völdin sem að í því felast að stýra svona lífeyrissjóði. Við þekkjum dæmi það að stjórnarformaður lífeyrissjóðs og sjálfur fjárfestir kaupir í félagi og síðan hálfu ári seinna þá ákveður hann að lífeyrissjóðurinn gerir það líka. En bréfin hans hækka í leiðinni. Það felast í því gríðarleg völd að vera með puttana og fingurnar ofan í eftirlaunasjóðum okkar almennings vegna þess að við höfum ekkert það að segja hverju stjórna þessu kerfi. Þetta er ólýðræðislegt. Auðvitað eigum við sjóðsfélagar að fá að kjósa okkar stjórnir inn í þetta kerfi þannig við getum fengið þar til einstaklinga sem að láta hagsmuni okkar sjálfra varða í stað sinna eigin eða leggjast á spenan eins og er gert til dæmis inn í Framtakssjóði Íslands. Eitt af þessum stóru vandamálum við kerfið er fyrst og fremst hverjir stjórna því. Það er almenna kerfinu stýrt af verkalýðshreyfingunni og atvinnurekendum. Atvinnurekendur eiga ekki heima í stjórnum lífeyrissjóða. Það segir sér nokkuð veginn sjálft. En ég er líka nokkuð viss það að það væri nú verkalýðshreyfingunni ansi hollt að slíta sig frá þessu sjóðakerfi. Það sem að forystumenn í verkalýðshreyfingunni og þá til dæmis forseti ASÍ hefur iðulega tekið upp hagsmuni ef að hagsmuni geta kallað lífeyrissjóðana umfram hagsmuni launafólks, velferð okkar og lífsskeiði frá degi til dags. Og þetta var til dæmis gert þegar að átti að taka vísitölu neysluverðs tímabundið úr sambandi eftir hrun til þess að hlífa heimilum landsins. Hverjir stóð í vegi fyrir því? Alþýðusamband Íslands til þess að hlífa lífeyrissjóðakerfinu
til þess að rétta lífeyrissjóðana af, lagfæra tapið, lekan út úr kerfinu, út í atvinnulífið meðal annars og glórulausar fjárfestingar. Þetta var kerfisbundið gert með að færa og gegnum verðbætur á íslenskum verðtryggðum húsnæðislánum og þannig stórlöguðu lífeyrissjóðarnir sína eignastöðu á kostnað almennings. Ég mun aldrei fyrirgefa forseta ASÍ þessi svik og mun kerfisbundið, og ég heiti ykkur því, kerfisbundið vinna að því að koma nú frá. Takk fyrir. Það ekki alltaf nóg að gagnrýna kerfin. Við þurfum líka stundum að koma með lausnir. Og á næstu glæru þá kem ég með og með ákveðna hugmyndir hvernig við gerum það. Það eru til svona 2 meginkerfi sem að okkur hefur svona verið sagt svolítið frá. Að það eru svokallað gegnumstreymiskerfi sem að reiða sig eingöngu á skatttekjur hvers tíma sem standa undir örorkubyrði, lífeyrisgreiðslum og svo framvegis, eða sjóðsöfnunarkerfi eins og íslenska lífeyrissjóðakerfið er. Þannig að það er kerfi sem ætlar að safna í gegnum skattkerfið, af því að iðgjöldin okkar sem eru lögbundin eru í rauninni skattur inn í kerfið sem er samtryggingakerfi. Þetta kerfi ætlar að eiga fyrir öllum okkar lífeyri á næstu árum og áratugum. Þannig þegar kerfið er fullt þroskað þá ætlar það að geta greitt og ríkið þarf ekki að skipta sér að rauninu örorku eða ellilífeyri. Gengur það upp? Nei, það er ekkert sem bendir til þess að þetta gangi upp vegna þess að við vitum það eftir skerðingar til dæmis frá hruni að við erum háði hvernig okkar lífeyrir og lífeyrisgreiðslur verða í framtíðinni hvoru megin forstjórarnir fara fram úr á morgnana. Ef þeir fara vitlausu megin fram úr og tapa kannski helmingnum og öllum eignum sínum, þá þarf að skerða lífeyrinn okkur helming. Það þarf ekki annað en eitt stykki stríð, að þá er þetta kerfi farið í sundur og farið að hliðina. Það bara nánast, það mun þurrkast nánast út. Það þarf svo lítið til að gerast í þessum heimi til þess að við séum virkilega að ætlast til þess að setja alla okkar trú og allt okkar traust á slíkt kerfi sem að hefur svo marga galla sem það þó hefur. Og við sáum það til dæmis árið 2009 og hlustiði nú vel. Þetta er fyrsti vísir að því að kerfið gengur ekki upp. Árið 2009 þá ákveður ríkisstjórnin að greiða út séreignarsparnað. 1 milljón mann, munið eftir þessu. 1 milljón mann. Og það sem gerist er það að þarna hefði lífeyrissjóðirnir þurft að punga út gríðarlega háum upphæðum til þess að greiða út til þeirra lífeyrisþega sem vildu taka út séreignarsparnaðinn sinn. Þetta gátu sjóðirnir ekki gert á þessum tíma vegna þess að seljanleiki á mörkuðum var engin. Eignirnar sem þeir hefðu þurft að losna við hefðu verið seldar á brunaútsölu. Þannig að lífeyrissjóðirnir fengu stjórnvöld til þess að dreifa þessu yfir 12 mánaða tímabil. Þannig að milljónir sem fólk gat tekið út fengust á afborgunum út úr kerfinu. Og af hverju fengust á afborgunum? Jú, vegna þess að iðgjöldin ennþá það há að þau standa undir þessum útgreiðslum. Og hvað mun síðan gerast þegar lífeyrissjóðirnir þurfa að selja allar þessar eignir sem við svo sem vitum ekki hvers virði eru fyrir að það verða seldar. Við vitum ekki hvers virði bréfin í FL Group eru eða flugleiðum fyrir en endanlegt verð fæst fyrir þetta markaði. Við vitum það ekki. Það veit það enginn hér inni. Eina sem við vitum að þegar bréfin hrundu, þá gátu lífeyrissjóðirnir ekkert gert. Þeir gátu ekki varið sig. Þeir keyptu með þessa bréfin af stjórnendum í högum. Vitandi það að þau munu fara niður þegar Costco myndi opna. Þetta var alveg, þetta voru engin eldflaugavísindi, en sjóðirnir eru svo stórir að þeir geta ekki varið sig. En hvernig breytum við þessu? Jú, galli við gegnumstreymiskerfinu eru fyrst og fremst þau að þau munu verða skattgreiðendum erfið þegar fram í sækir. Kosturinn við sjóðsöfnunarkerfið að þar er einhver sjóðsöfnun sem getur gripið inn í á einhverjum tímapunkti þegar markaðsaðstöður leyfa. Til þess að leysa vandann að þá er hægt að taka upp leið til dæmis beggja kerfa.
að það sem við þurfum þá fyrst að gera að leggja niður núverandi lífeyriskerfi. Við þurfum að taka upp lífeyri sem reiknaður út frá framfærslu viðmiðum. Ekki markaði, ekki einhverju hugmyndafræði sem algjörlega gjaldþrota, heldur hvað kostar að lifa og þannig greiðum við lífeyri. Þessi lífeyrir, hvort sem örorkubætur eða ellilífeyri, hann má aldrei vera skerðingarhæfur. Þetta bara grunnur sem við borgum. Ef við viljum safna einhverju upp í sarpinn fyrir mögru árin, þá gerum við það bara til hliðar. Óháð því hvað við borgum út. Vegna þess að ef við gerum þetta í gegnum skattkerfið, þá var þetta að lækka iðgjöldin inn í lífeyrissjóðakerfið alltaf helming. Og þannig gera fyrirtækjum eða einstaklingum kleift að borga í séreign eða borga betri laun, gera betur við okkar fólk. En lykilatriðið að leggja þetta niður. Kerfið í dag allt of flókið. Þetta samspil almannatrygginga, tryggingastofnunar við lífeyrissjóðina, tekjutengingar, frítekjumörk, þessar fátækaragildrur sem eru inn í kerfinu. Ég sat í þessari nefnd sem átti að breyta þessu kerfi held í næstu 4 ár með Pétri Heitnum Blöndal og sem tók svo við nefndin í önnur 4 ár. Ég held að þessi vinna hafi verið eitthvað í kringum 11 ár til upp á staðið. Og hvað kom út úr þessu? Verra kerfi. Hugsið ykkur. Og það var varla búið að setja þessar breytingar á og þá félagsmálaráðherra farin að tala að breyta því aftur. Kerfið algjörlega ónýtt og það hrunið og við eigum bara að viðurkenna það. Við eigum að kasta inn handklæðinu og segja, herðu, þetta komið gott. Við þurfum nýtt kerfi. Við þurfum ekki tvöfalt almannatryggingakerfi. Þetta algjörlega galið í 330.000 manna samfélagi. Við skulum vera með 28 lífeyrissjóði. Tryggingastofnun og lífeyrissjóðakerfið, okkar einkarekna almannatryggingakerfi. Þetta þekkist hvergi í heiminum. Ég veit að Norðmenn þurfa ekki marga olíusjóði. Þeir þurfa bara einn. Ef við ætlum að safna peningum, þá eigum við að fjárfesta utan íslensks hagkerfis. Ekki spennað upp eins og við vorum að gera hérna og lífeyrissjóðakerfið okkar orðið okkar hálfgeitt skrímsli sem að mergsígur alþýðuna, almenningi í landinu frá morgni til kvölds, til miður. Þannig kerfið. Og á næstu glæru þá finnst mér þessi mynd kannski vera svolítið lýsandi stöðu okkar í dag. Lágmarkslaunin og þegar við erum að semja við til dæmis atvinnurekendur sem margir hverjir eru með stjarnfræðilegar upphæðir í laun. Og þessi misskipting því miður að aukast nánast daglega. Það haldið að okkur allskyns blekkingum kaupmátt. Við erum með svo mikið kaupmátt að því að prósentutalan svo há. Þetta eru blekkingar og það sem ég var að sýna ykkur hérna eru tölulegar staðreyndir kerfið. Ég ekki að fara með neina fleipur. Þetta stendur allt í ársreikningum. Það þarf reyndar að fara í gegnum það svolítið marga en það vinna sem þess virði. En til þess að breyta þessu þá, og næstu glæru, þetta nú bara alveg verið að búið hjá mér, að þá þurfum við að standa saman. Breytingar gerast ekki að sjálfu sér. Þó ég hafi áhuga á því að breyta einhverju, þá ger ég það ekki einn. Við breytum þessu með að setja strik í sandinn. Segja stopp, við látum ekki bjóða okkur þetta lengur. Við bara látum ekki bjóða okkur þetta. Og við þurfum að hafa kjark. Við þurfum að hafa kjark til að standa saman. Standa saman bak í bak, öll sem eitt. Ekki endilega gagnvart einum, heldur gagnvart okkur öllum. Bara hvernig samfélag viljum við. Og það sem við viljum ekki, það eigum við ekki að láta bjóða okkur. Því ég veit að við erum öll í sama báti. Og ég ætla að enda þetta bara á næstu glæru, sem síðasta glæra mín. Og svona gerum við þetta. Ástæðan fyrir því að það eru ofurlaun á Íslandi. Ástæðan fyrir þessum bónusum. Ástæðan fyrir því að við erum að góðri leið með að gera heilbrigðiskerfið okkar eins og það bandaríska sem það dýrasta og óréttlátasta á byggðu bóli út af því að við leyfum þetta. Það eru við sem leyfum þetta. Ef við segjum stopp, þá hættir þetta. Ekki fyrr. Takk fyrir.
Takk.